Góðan dag. Þjóðhagsspáin okkar þetta vorið ber heitið Allt á uppleið. Nafnið endurspeglar að á sama tíma á raunhagkerfið hefur jafnað sig allhratt eftir kórónukreppu og efnahagshorfur eru nokkuð góðar, íbúðaverð á hraðri uppleið, verðbólga vex hröðum skrefum og vextir hafa verið hækkaðir í kjölfarið. Það má því segja að stoðir hagkerfisins séu traustar við þessa mundir, en á sama tíma erum við að glíma við stórar áskoranir að endurheimta stöðuleika í verðlagi, vexti kaupmáttar og vaxtastigi. Eftir krappan efnahagssamdrátt árið 2020 batnaði íslenskur efnahagur talsvert á ný í fyrra og reyndist hagvöxtur 4,3%. Innlend eftirspurn átti að stærstan hluta máli, studd af hagstjórnar viðbrögðum stjórnvalda, batnandi atvinnuástandi og traustum efnahag flestra heimila og fyrirtækja. Útflutningur tók einnig talsvert myndarlega við sér, þótt innflutningur yxir reyndar enn hraðar. Já, við spáum því að hagvöxtur mælist 5% á þessu ári, sem hraðasti vöxtur frá árinu 2016. Á árinu þá tekur útflutningur við af innlendri eftirspurn sem svona helsti drifkraftur vaxtar með hröðum bata í ferðaþjónustu ásamt aukningu og öðrum útflutningi. Vaxandi neysla og fjárfesting ýtir þó líka undir hagvöxt í ár. Á næsta ári þá spáum við 2,7% vexti og teljum við að útflutningur muni halda áfram að drífa áfram vöxtinn. Á loka ári spátímans, árið 2024, spáum við 2,6% hagvexti. Þá verður farið að draga verulega úr vextinum í útflutningi. Vissulega þá ríkir mikil óvissa sem tengist bæði framvindu Úkraínustríðsins og áhrifum faraldursins. Það gæti dregið úr vextinum ef áhrifin af stríðinu eða eftirköstum faraldursins verða meira en ella. Eftir 2 erfið ár í ferðaþjónustunni nú útlit fyrir allhraðan bata. Á fyrsta þriðjungi ársins sóttu 340.000 ferðamenn landið heim, en svo margir ferðamenn hafa ekki komið til landsins frá árinu 2019. Bókunarstaða og vaxandi tíðni áætlara flugferða til og frá landinu benda til þess að fjöldi ferðafólks á komandi fjórðungum gæti orðið á bilinu 80-90% af fjöldanum árið 2019. Við spáum að 1,5 til 1,6 milljónir ferðamanna heimsæki Ísland á þessu ári. Gangi spáin eftir það svipaður fjöldi og var hér miðjan síðasta áratug. Á næsta ári gerum við ráð fyrir 1,9 milljónum ferðamanna og yfir 2 milljónum árið 2024. Hraður bati í ferðaþjónustunni skýrir stóran hluta af þeim 20% útflutningsvexti sem við spáum í ár. Við hann bætist aukinn útflutningur hugverkaðanara þjónustu ásamt hóflegum vexti í vöru útflutningi. Við erum til dæmis að flytja meira út af loðnu, eldisfiski og iðnaðarvörum, en á móti samdráttur í útflutningi þorsks og fleiri fisktegunda. Aukinn ferðamannastraumur skilar svo bróðupartinum af tæplega 9% útflutningsvexti næsta ár og tæplega 4% vexti útflutnings árið 2024. Meiri útflutningur af eldisfiski, áli og öðrum iðnaðarvörum ásamt vaxandi útflutningstekjum af hugverkanotkun hjálpa líka til. Innflutningur jókst alls ríflega 20% í fyrra og endurspegla það bæði aukna innflutta neyslu og fjárfestingu, en einnig vaxandi aðföng útflutningsgreina. Af sömu ástæðum eru horfur á innflutningur vaxi allhratt í ár, en með hægari vaxtartakti í hagkerfinu dregur líka úr vexti innflutnings. Utanríkisviðskipti ýta undir hagvöxt framan af spátímanum en draga úr vexti árið 2024. Halli var á utanríkisviðskiptum árinu 2021 eftir 9 ára samfelldan viðskipta afgang. Hallinn í fyrra endurspegla það að innlend eftirspurn tók fyrr við sér en útflutningur eftir kórónukreppuna. Í ár hins vegar útlit fyrir jafnvægi á viðskiptajöfnuði. Stórauknar tekjur af útflutningi vega upp vaxandi útgjöld vegna innflutnings þegar líður á árið, enda herðir á útflutningsvexti á sama tíma og hægir á vexti innlendrar eftirspurnar. Þá hjálpar til að verð á helstu útflutningsvörum Íslands, áli og sjávarafurðum hefur hækkað verulega undanfarið og vegur það gegn erlendri verðhækkun á eldsneyti, hrávörum, matvælum og fleiri innfluttum vörum. Næstu 2 ár gerum við ráð fyrir viðskiptaafgangi í kringum 2% af landsframleiðslu og þar hjálpast að aukin útflutningur og bati á viðskiptakjörum, en hærra raungengi vegur á móti þegar frá líður. Það því útlit fyrir að erlend staða þjóðarbúsins verði áfram sterk, en síðustu áramót námu hreinar erlendar eignir þjóðarbúsins ríflega 40% af landsframleiðslu. En snúum okkur á innlendu eftirspurninni. Væntingar stjórnenda fyrirtækja komandi aðstæður í efnahagslífinu hafa hækkað mikið og náðu sögulega hámarki mitt síðasta ár.
Mat á núverandi aðstæðum fylgdi í kjölfarið og til að mynda taldi meiri hluta stjórnenda aðstæður góðar á fyrsta ársfjórðungi þrátt fyrir að stríð í Úkraínu hafi slegið á væntingarnar. Sterk fylgni er nefnilega á milli væntingastjórnenda og vaxtar eða samdráttar í atvinnuvegafjárfestingu. Bjartsýni bæði stjórnenda fyrirtækja og almennings stöðu og horfur í hagkerfinu er því góð vísbending hátt fjárfestingastig á komandi fjórðungum. En að sama skapi kann minnkandi bjartsýni í síðustu mælingum að benda til hægari vaxtar þegar fram í sækir. Fjármunamyndun tók myndarlegan vaxtarkip á síðasta ári eftir 2 ára samdrátt. Í heild nam vöxturinn tæplega 14% árinu 2021 og hefur ekki verið hraðari í 5 ár. Það var myndalegu vöxtur var í fjárfestingu atvinnuvegana og einnig jókst opinber fjárfesting talsvert í fyrra en íbúðafjárfesting skrapp hins vegar saman. Á þessu ári eru horfur á að fjárfesting atvinnuvega vaxi áfram nokkuð myndarlega ef marka má vísbendingar skammtíma horfur. Íbúðafjárfesting tekur einnig við sér á ný. Íbúðum á fyrri byggingarstigum hefur fjölgað talsvert undanfarið að ekki vantar eftirspurnir eftir íbúðarhúsnæði. Á næsta ári verður íbúðafjárfesting einum hituna að vaxa en útlit er fyrir samdrátt í atvinnuvegafjárfestingu, meðal annars vegna hækkandi vaxta og dvínandi væntinga rekstrarumhverfi fyrirtækja. Loka ár spárinnar einkennir svo að hóflegum vexti í fjárfestingu einkaaðila á meðan fjárfesting hins opinbera dvínar. Já, íbúðamarkaðurinn hefur verið í fullu fjöri nánast frá því faraldurinn skall á. En hann hafði náð ágætisjafnvægi fyrir faraldurinn eftir miklar verðhækkanir árin 2016 og 17. Þegar faraldurinn skall á, hækkaði íbúðar fyrst sinn í takti við kaupmátt launa, en árið 2021 hækkaði raunverð íbúða ríflega 10% og hækkaði þar með mun hraðar en kaupmáttur. Hagstætt lánaumhverfi og góð staða heimilana er helsta ástæða fyrir þess að eftirspurn jókst jafnhratt og raun bar vitni. Þessi sérstaka staða er ekki sér íslenskt fyrirbæri en íbúðaverð hækkaði víðast hvar í kringum okkur í faraldrinum. Þessa mundir ríkir verulegt ójafnvægi milli framboðs og eftirspurnar og í raun má segja að markaðurinn hafi verið tæmdur en auglýstum eignum á sölu hefur fækkað nær 70% frá upphafi faraldursins enda hefur framboð á íbúðum til sölu aldrei mælst jafn lágt. Það er þó ekki hægt að segja að ekkert hafi verið byggt á síðustu árum. Metfjöldi nýrra íbúða komin á markaðinn árið 2020 eða 3.800 íbúðir en á síðasta ári fækkaði þeim heldur og voru 3.200 sem er þó töluvert yfir meðaltali síðastliðna ára. Samkvæmt nýlegri talningu Samtaka iðnaðarins og húsnæðis- og mannvirkjastofnunar eru ríflega 7.000 nýjar íbúðir í byggingu á landinu öllu og þar af 5.000 á höfuðborgarsvæðinu. Vonir standa til að töluverður fjöldi af nýjum íbúðum komi inn á markaðinn þegar líða tekur á árið sem vonandi verður nóg til að anna uppsafnari þörf og lýðfræðilegri þróun. Nú þegar hefur íbúðaverð hækkað 8% að nafnvirði á fyrstu 4 mánuðum ársins og við teljum forsendur fyrir því að íbúðaverð haldi áfram að hækka á næstu mánuðum en með auknu framboði nýrra íbúða og dvínandi eftirspurn vegna hærri vaxta mun hægja á hækkunum þegar líða tekur á árið. Við spáum því að íbúðaverð hækki 13% að raunvirði á þessu ári, 1% á næsta ári, en fordæmi eru fyrir því að það hægist allhratt á hækkunataktinum eftir miklar verðhækkanir og síðast gerist það árið 2018. Við gerum svo ráð fyrir að íbúðaverð standi í stað árið 2024 en þá hefur jafnvægi myndast á markaðnum. Atvinnuleysi hefur hjaðnað hratt frá því að mældist mest í janúar 2021. Skráð atvinnuleysi í mars mældist 4,9% og útlit fyrir að það muni hjaðna enn frekar á næstu mánuðum. Við spáum að atvinnuleysi verði að meðaltali 4,4% á þessu ári. Samkvæmt könnun Gallup fyrir Seðlabankann og samtök atvinnulífsins meðal 400 stærstu fyrirtækja landsins telja meira en 40% stjórnenda að skortur sé á starfsfólki. Einna helst í greinum á borð við ferðaþjónustu og byggingarstarfsemi. Það er því ljóst að það verður stór áskorun fyrir fyrirtæki í þessum geirum að ráða inn fólk á næstunni og má telja að erlendu starfsfólki sem hefur verið stór hluti starfsfólki í þessum greinum muni fjölga áfram samhliða bata í efnahagskerfinu. Við teljum að atvinnuleysi haldi áfram að hjaðna á spátímanum. Eftirspurn eftir vinnuafli er mikil og útlit fyrir vaxandi skort á starfsfólki og við spáum því að atvinnuleysi verði að jafnaði 3,7% árið 2023 og 3,6% árið 2024. Einkaneysla tók hressilega við sér á síðasta ári eftir 3% samdrátt árið 2020.
Einkanesluvöxturinn nam 7,6% á árinu samanborið við árið undan og var því 4,4% meiri að raunvirði en árið 2019. Það má því segja að neysla landsmanna sé orðin enn meiri en hún var fyrir faraldurinn. Vísbendingar eru að einkaneysla á fyrsta ársfjórðungi hafi vaxið allmyndarlega. Til dæmis jókst kortavelta talsvert þar sem að velta erlendis bar uppi vöxtinn og sala á nýjum fólksbílum var svo mesta frá árinu 2018. Nú eru hins vegar breyttar horfur í þessum efnum og útlit fyrir að hægja muni á einkanesluvöxtinum þegar líða tekur árið. Heimilin eru ekki jafn bjartsýn og áður og verðbólga mun að öllum líkindum draga úr kaupmætti þeirra á næstu misserum. Kaupmættur launa óx nefnilega talsvert í gegnum faraldurinn en vegna aukinnar verðbólgu útlit fyrir að breyting verði þar á. Við spáum því að kaupmáttur standi í stað á þessu ári og vaxi hægt næstu 2 ár spátímans. Heimilin standa þó styrkum fótum og eiga til að mynda enn talsvert af uppsöfnum sparnaði. Það mun koma sér vel og líklega verða til þess að einkaneyslan haldi áfram að vaxa þar sem eftir lifir árs. Við spáum því að vöxturinn verði tæplega 4% þessu ári. Á næsta ári verður hann 2% en þá hafa heimilin gengið á sparnaðinn. Árið 2024 spáum við ríflega 4% einkanesluvexti samhliða hjöðnun verðbólgunnar. Gengi krónu styrktist tæp 3% á árinu 2021. Seðlabankinn dró jafnt og þétt úr inngripum á gjaldeyrismarkaði eftir því sem leið á árið. Og frá ársbyrjun til aprílloka í ár hækkaði gengi krónu ríflega 5% gagnvart helstu myntum að jafnaði. Og líkt og síðustu ár greip Seðlabankinn inn í gjaldeyrismarkað þegar skammtímasveiflur í flæðinu voru miklar. Við teljum að gengi krónu muni hækka enn frekar með tímanum. Viðskiptaafgangur í kortunum þeirra fram í sækir, vextir eru á uppleið, erlend staða þjóðarbúsins sterk, vaxtar horfur all góðar og verðbréfaeign erlendra aðila fremur lítil í sögulegu samhengi. Á móti vega meðal annars erlendar fjárfestingar lífeyrissjóðanna og hugsanlega mun Seðlabankinn kaupa frekari gjaldeyri í forðan ef að styrkingin verður hröð á tilteknum tímabili. Óvissa auðvitað mikil hvernig gengi krónu mun þróast, en í spánni gert ráð fyrir að krónan verði það bil 5% sterkar í lok spátímans en hún var í lok apríl síðastliðins. Þá víkur sögunni að verðbólgunni, sem hefur verið á allra vörum upp á síðkastið. Það ekki skrítið, verðbólga mældist nú í apríl síðastliðnum 7,2% og hefur ekki mælst meiri í 12 ár. Flestir, ef ekki allir greiningaraðilar, bæði hérlendis og erlendis, hafa vanspáð verðbólgunni að undanförnu, en ljóst að verðbólgan talsvert þrálátari en spár gerðu áður ráð fyrir. Erfitt hefur reynst að spá fyrir þrálátan framboðsvanda vegna faraldursins og þar að auki hafði stríð í Úkraínu þau áhrif að verð á ýmsum vörum hækkaði. Þessa mundir eru helstu verðbólguvaldar hækkandi íbúðaverð og aukin innflutt verðbólga. Ekki útlit fyrir að hækkunartaktur þessara liða muni hjaðna á næstu mánuðum og gerum við ráð fyrir að verðbólga haldi áfram að aukast næstu mánuði og ná toppi í lok sumars í 8,4%. Við gerum ekki ráð fyrir að það dragi úr verðbólgunni að ráði fyrir mitt næsta ár. Spá okkar hljóðar upp á 7,6% verðbólgu í ár, 5,9% á næsta ári og 3,9% árið 2024. Þrálát verðbólga, versnandi skammtíma verðbólgu horfur og efnahagsbatinn urðu til þess að Seðlabankinn hóf vaxta hækkunarferli í maí í fyrra. Stýrivextir eru nú 3,75% eftir 3% hækkun undanfarið ár. Af orðum og gerðum seðlabankafólks undanfarið má ráða að talsverð frekari hækkun vaxta sé í kortunum á næstunni. Í því skyni að koma böndum á verðbólgu, halda aftur af verðbólgu væntingum og ýta raunstýrivöxtum yfir núllið. Við spáum því að stýrivextir hækki áfram allhratt og nái hámarki á bilinu 5-6% í lok þess árs. Af því gefnu að þá sé farið að draga verðbólgu og þenslu í hagkerfinu, teljum við að vextir verði síðan óbreyttir fram á mitt næsta ár. Vextirnir fari svo að lækka nýju á seinni helmingi næsta árs og við taki hægfara lækkunarferli í átt að jafnvægis raunvöxtum. Stýrivextir gætu því verið í grennd við 4,5% undir lok spátímans, en vitaskuld óvissan þróunina mikil þar fram í sækir. Veruleg hækkun stýrivaxta þegar verðlögð inn í skuldabréfamarkað. Langtímavextir gætu þó hækkað eitthvað það sem eftir árs, en lækka líklega aftur á nýja leik á komandi árum. Útlitið venju fremur tvísýnt þessa dagana og því útbjökum við 2 sviðsmyndir til viðbótar við grunnspána. Helstu forsendum að sjá í skýrslunni okkar
En í sem stystu máli byggja þær annars vegar á því að flest gangi okkur í hæginn á komandi misserum, en hins vegar að þær áskoranir sem fyrir liggja verði okkur þungar í skauti. Í grófum dráttum teljum við 80% líkur á að þróunin verði hvorki hagfelldar en bjartsýna sviðsmyndin né óhagstæðari en svo svartsýna. Svartsýna sviðsmyndin hljóðar upp á að hagvöxtur á spátímanum verði í heildina 8,6%, þar með 2% minni en í grunnspá. Ef bjartsýna sviðsmyndin rætist, gæti vöxtur á tímabilinu hins vegar orðið 11,9% eða 1,3% meiri en í grunnspáni. Svo við tökum saman það helsta, það er útlit fyrir myndarlegan hagvöxt í ár þegar ferðaþjónustan kemst á fullan skrið á ný. Vöxturinn verður talsvert hægar í næstu 2 ár. Vaxandi útflutningur réttir af viðskipta hallan og líklega verður einhver viðskipta afgangur næstu 2 ár. Krónan er líkleg til að styrkjast nokkuð til viðbótar með batnandi utanríkisviðskiptum. Já, og íbúðaverð heldur áfram að hækka allhratt á næstunni en betra jafnvægi er í sjónmáli á íbúðamarkaði þegar líður á spátíman. Þrálát verðbólga og hækkandi vextir munu reyna á þolrif almennings og fyrirtækja, en með tímanum mun þó hvort tveggja síga niður við að nýju.